Í byrjun árs 2011 var bygging tónlistarhússins Hörpu langt komin. Þó að deilur hefðu staðið það hvort ætti að klára bygginguna eða ekki í ljósi efnahagsþrenginga landsins, var augljóslega farið að gæta eftirvæntingar. Og spurt var hvort byggingunni yrði lokið í tæka tíð fyrir opnunarhátíðina sem var ráðgerð í maí. Sá hópur sem beið og hafði beðið með mestri eftirvæntingu var Sinfóníuhljómsveit Íslands, sem lagði af stað á köldum morgni snemma vors að skoða hið nýja tónlistarhús sem átti að hýsa starfsemi hljómsveitarinnar innan skamms. Mikil gleði ríkti í hópnum sem lagði af stað frá Háskólabíói sem hafði hýst þau í að mörgum fannst allt of mörg ár. Þegar í Hörpu kom fengu hljóðfæraleikararnir að skoða húsið, sem var langt komið en ekki nándar nærri fullbúið. Það duldist engum að aðbúnaður sveitarinnar myndi stórbatna með tilkomu Hörpu. Mér finnst það eiginlega bara hafi aldrei verið spurning það átti að ljúka þessu. Mér finnst það verkið var hafið og það átti að klára það. Það var ekki spurning. Það var líka, það má ekki gleyma því að fjöldi íslenskra listamanna eru búin að vera að safna fyrir þessu húsi í marga áratugi. Þannig að þessi deilur sem voru hérna rétt fyrir lokin, sem vörðuðu kannski einhverja tiltekna menn sem að koma að því seinna, það urðu svona dálítið eiginlega hjákvætlega fannst mér og getur lítið úr allu þessu starfi sem þessi íslenski listamenn voru búin að gera í öll þessi ár. Og þess vegna fannst mér ekki spurning að þetta ljúka þessu húsi. Já, kannski þegar að þessi ákvörðun var tekin þá var umhverfið mjög slæmt efnahagslega séð og ég var ekki kannski á því á þeim tímapunkti að það ætti að ljúka því. En eftir að hafa farið í gegnum þetta þá er ég allavega á þeirri skoðun að það sé bara mjög gott mál að við kláruðum þetta. Því að þetta húsnæði, það dregur líka að túrista og ég þekki það bara sjálfur að hafa farið með túrista hingað að þeim finnst þetta mikið fenglegt og gaman að koma hérna. Þannig að ég held að þetta sé gott mál. Óþreyjufullir hljóðfæraleikarar prófuðu hljómburð salarins en áttu fullt í fangi með að keppa við dyn iðnaðarmannanna sem voru að keppa við tímann að gera allt klárt fyrir opnunina í maí. Það duldist engum að húsið yrði frábær vinnustaður, en enn var nokkuð í að þessum langþráða áfanga væri náð. Þegar síðustu tónarnir liðu út í geiminn í Háskólabíói var stuttlega staldrað við og litið yfir farinn veg og þau ár og þær starfsæfir sem höfðu liðið í skjóli bíósins. Nú var þeim kaflað að ljúka og á köldum morgni var haldið af stað og gengið frá Háskólabíói sem leiðir lá fram hjá Hljómskálanum niður Fríkirkjuveg að Hörpu. Félagar í hinu svokallaða Melabandi fóru með tilhlökkun og von í brjósti á vit hins nýja húss.
Efasemdir og kvíði hafa örugglega skotið upp kollinum á göngunni. En þegar hljóðfæraleikararnir gengu í húsið, hurfu þar eins og dögg fyrir sólu. Að okkur skildi takast þetta hérna öllum í vor að einhvern veginn koma hérna inn í rauninni bara hálfklárað hús. Það var náttúrulega ekki tilbúið og hlaupa hér á plöngum og stilla innan ryk og skít og allt það sko. Og líka bara að það urðu allir að leggja alveg ótrúlega mikið á sig en það er líka óbúslega gaman að hafa fengið að upplifa þetta og náttúrulega alveg magnað í rauninni. Og maður er óendilega þakkláttur fyrir það. Það voru glaðir bassaleikarar sem komust að því að loksins höfðu hljóðfærin þeirra fengið öruggan samastað. Fyrstu tónarnir sem hljómuðu í hinum mikilfenglega Eldborgarsal voru kakofónía hljómsveitar sem að hita upp og stilla saman strengi og horn. Það mér minnistaðist þegar við spíluðum brot úr Brahms symfóníu þegar við gengum í húsið í fyrsta skipti. Og við höfum spilað sama verk kvöldið áður í Háskólabíói og svo fórum við inn á sviði hér og spiluðum síðustu kaplanum í Brahms fyrstu symfóníu. Og það var svo mikið gleðistund og menn voru bara viðkvæmir. Ég held að við verðum bara öll að segja eins og er að þetta hefur gengið eiginlega kraftaverki líkast. Því breytingin var svo mikil, sko ekki bara húsið, heldur það nýr aðalstjórnandi og það eru nýjir menn í brúnni, sko, það eru framkvæmdastjóri, tiltölulega nýr, ný stjórn, nýtt starfsfólk á skrifstofu og hann stundum sagt að Íslendingar séu dálítið fljótir að átta sig og redda hlutunum, hún fræg saga. Og ég held að það hafi reynt svolítið á það, að hversu sveigjanleg við erum og fljótar aðlaga okkur. Ég held að það hafi gengið bara framar öllum vonum. Bygging Hörpu var langþráður áfangi og sigur fyrir þá sem unna tónlist á Íslandi. Mikið og ósérhlífið starf hafi verið unnið af áhugafólki í fjöldamörg ár við að safna fyrir húsinu og halda draumnum vakandi. Nú hafði draumurinn tónlistarhús ræst og symfóníuhljómsveitin loksins fengið samastað við hæfi. Harpa var opnuð 4. maí og það var mikill viðburður. Þar var öllu tjaldað til og það fór ekki fram hjá neinum að húsið yrði áhrifavaldur í tónlistarflutningi á Íslandi. Þetta hús breytir ansi mikið eiginlega allri framtíð minni og tónlistar og menningar á Íslandi á þessari öld og það er kannski, það er einfalda svarið. Og ég man bara þegar ég var að alast upp og ég hef leikið mjög oft með Sinfóníuhljómsveit Íslands í Háskólabíói og þar sem að hlutirnir eru svo þeir eru fyrir tónlist og það var alltaf mjög fjarlægur draumur og virkilega óraunverulegur. Og þar af leiðandi þegar allt hrundi hér í fjármálakerfinu þá
var ég einhvern veginn bara hugsa með mér, já, hlaut að gerast, það gæti ekki verið. Það gæti ekki verið þetta myndi rísa, þeir hljóta að hætta við þetta, típist, nú er ég áfram að spila við ömurlegar aðstæður næstu 50 árin. Þannig að bara það að þetta hafi verið klárað gjörbreytir einhvern veginn öllum mínum framtíðarplönum á Íslandi og bara því umhverju hvernig það er að vera starfandi listamaður í þessu samfélagi. Well, it's an incredible new departure. Because finally this very, very good orchestra can play in a hall with proper acoustics. They can hear each other much better. They know how to arrange the balance and everything. It feels much more comfortable. When you produce a note, you know it sounds decent, rather than like in House Columbia, you had to struggle for every balance, every phrase and everything. So we are very lucky, they are very lucky too, and they're very happy to play in this wonderful hall. Well, my thoughts would be the same as yours, as of anybody who is living in this country. It's a major effort, of course. In a way, it shows that this very small country with a relatively small population belongs to the world culture. That we are aware of the fact that life is not just eating and sleeping, but it is life is also a spiritual existence, and if we can contribute to it in the best way we can, we should do it. And I think that's what people here realize it. However difficult it was, however many sacrifices we had to make, it probably in the future is worth it. That's what I think, and many people think the same as I do. Öllum var ljóst að mikið ævintýri var hafið og mikið starf var framundan hjá Sinfóníuhljómsveitinni að koma sér fyrir í hinu nýja húsi. Já, það kannski fyrst og fremst að upplifa þessa sögulegu tíma, að sjá þessa byggingu rísa verða til og taka þátt í því að flytja hljómsveitina hingað í sitt framtíðarhúsnæði og verða vitni af þeim sterku viðbrögðum sem að tónleikagestir hafa sýnt og þeim gífurlega áhuga sem að húsið hefur líka vakið almennt í samfélaginu. Vissulega er það umdælt en leið hefur aðsókn verið gífurlega góð og mikill áhugi og almenn ánægja bæði með húsið og salinn. Ég ákvað að slá til þegar Harpa var risin og mér fannst þetta svo spennandi hús og mér hafði lengi langað til að verða fastagestur og ég ákvað að láta slag standa þegar að Harpa var búin að opna og ég sé ekki eftir því. Mér er búin að finnast þetta alveg ofsalega skemmtilegt og ég hef mjög gaman að því að koma í þetta hús. Mér finnst alveg einstök stemming hérna ef hægt er að orða það þannig og það er bara hreinn unaður að setjast niður og hlusta á þessa fínu hljómsveit sem við eigum, Sinfóníuhljómsveit Íslands, í svona góðum sal og heyra hvernig þetta á í raun og veru að hljóma.
The orchestra is very committed. The people are highly intelligent, very well educated, very good players, and I think it is their life. They want to do their best every time they play. So what else can I say? We're all the same, we're all musicians, it's our life, so we try to do our best, because our life is basically devoted to this. It's a wonderful orchestra. At their best, they play on a very high level. It's a very small country, of course, and it's not very easy to rise to the level of, say, Berlin Philharmonic or something like that, where they had music for centuries and a huge country, many millions of people. It's difficult to compare, to make comparisons of this type. But what is important, the orchestra is in a very high level. They can play almost every piece, all the repertoire very, very well, you see. And with such a small population that we're playing so well, I think it's a miracle. It's incredible. And they can travel internationally and make a very good impression everywhere. So that's what's important. It's very, very high level. And it's much higher level than about 30 years ago, too. So it's growing all the time. I think people understand what music is about. Young people want to study music, go to music schools, go to conservatories abroad, where they have very good schools everywhere. And they want to contribute, and it's growing all the time. Já, ég held að breytingarnar á hljómsveitinu muni taka töluverðan tíma. Vissulega maður svolítið að uppgöta hljómsveitina upp á nýtt í nýjum sal. Hljómurinn annar og fyllri og litirnir eru meiri í þessum tónleikasal. Salurinn frábærlega vel hefnaður. En við erum ennþá eftir að læra á hann sem hljómsveit og við gerum okkur grein fyrir að það mun taka tíma og jafnvel nokkur ár sem fullkomlega eðlilegur hlutur. Þessi salur í raun hljóðfæri sem við þurfum að læra að stilla rétt og ná því allra besta út úr því hljóðfæri sem kostur Og þannig að ég held að eftir því sem að tíma líða og hljóðfæraleikarar og áhorfendur og tæknimenn og aðrir muni læra betur og betur á þennan sal, þá muni hljómsveitin vaxa og dafna. Í fyrsta lagi færir hún náttúrulega bara ævintýrlega fallegan og margbrotin hljóm. Hún lyftir þessari tónlist upp á það plan þar sem hún á heima. Þannig það númer 1. Það að starfa og að skapa í þessu umhverfi, það líka í rauninni hefur áhrif, trúi ég, á sjálfsvirðingu. Bæði sjálfsvirðingu og sjálfsmynd tónlistarmannanna og ekki síður bara áheyrenda og þeirra sem þeir njóta. Þannig að það er allt önnur stemning að fara á tónleika og bara listin fær svo miklu meira frelsi. Og ég var til dæmis á tónleikunum í gær eftir ég var búinn að spila fyrir hlé með sinfoníunni og Askinasi, þá var ég eftir hlé að hlusta út í sal og ég satt niðri hérna á gólfinu bara fyrir miðju eiginlega og ég það hríslaðist mig, þetta kom mér á óvart af því að hann var ofsalega fallegur í vor þegar hann var alveg glænýr og svolítið svona, en það voru
örlitlar efasemdir sem ég hafði. Mér fannst hann aðeins svo þungur í hljóminu, mér fannst hann svona ómikill bassi og svona mikið boom einhvern veginn í honum. Og núna hafa þeir stillt hann og algjörlega raffinera hann upp, enda þessi salur náttúrulega hljóðfæri með endalausum stillingum og endalausum möguleikum. Og í gær fannst mér bara, ég man bara eiginlega eftir að hafa heyrt svona fallegt og lifandi og bara magnað tónleika og tónlistarsound. Þannig að, já, ég mjög upprifinn bara. Nýr aðalstjórnandi hljómsveitarinnar, Ilan Volkov, kvaddi sér hljóðs í lok september og gaf tóninn það hvert hann stefnir með hljómsveitina á þessum miklu tímamótum. Well, it's fantastic to be in this building. The building is, the hall is only part of this big, massive place, which has a kind of unique atmosphere. And I think it's also, I really enjoy the fact that we are next to two other halls, so there's other musicians here, there's other activities going on, so it's a much more of a cultural place than the previous building was. And being in this wonderful acoustic, it's a really special occasion. So when you go in, there's already something, you celebrate already something, and you already start to listen and concentrate. So that already improves the kind of basic condition even before you start to play, which makes a huge difference. And it's the same for an audience, because when you go into kind of a special occasion, something that is unique, everybody is in this mode of concentrating, enjoying, and this kind of special atmosphere that the new building gives. But this is a particularly impressive building with a wonderful variety of strengths. Just being in this location in the water, that you can just go out of the rehearsal space and see the light and the space and the mountains, and also just being in the center of the city, really close to everybody. And so it's just a big change for everybody here, I think. Well, a lot has happened in this last few months, so that's definitely the hall is not the only thing that happened. But I think it's a big difference for them to feel that they are really part of the cultural life here, because we have huge numbers of audience here, which is not, it's not self-evident. It's not, it's not something in advance that will happen. The concerts are very sold, a very good experience for the audience, and it's consistent. Still, there's no drop in the audience since we started.
And that's to do with the hall, to do with the strength of the program, to do with the fact that a lot of people want to see the hall first time, obviously, still. But I think it just puts the whole situation for the musicians in a much more professional place, and so that they can really concentrate on playing, concentrate on listening and in getting better. I mean, it's hard in a place where you are fighting the elements to really improve. It's just you're just surviving in a sense. And I mean, the huge difference of the numbers between 900 seats in one hall and here 1,600, and where the 1,600s are, you know, we're getting, you know, average very high seats, so audience. So I think in that sense it's a really, really positive thing for everybody. So it's quite an amazing change. Starfið fór að komast í fastar skorður og efnisgrá vetrarins var mjög þétt og nóg að gera hjá tónlistafólkinu. Húsið hafði að geyma herbergi sem voru til margra hluta nytsamleg, eins og geymsluherbergi slagverksins. Mér finnst ég nú svona eiginlega enn vera bara með svona svolítið með vindinn í fangi og bara hamast við að koma okkur fyrir og svona finna starfseminni almennilega farveg í nýju rými og húsi. Þannig að ég er ekki alveg búin að ná áttum með þá. Maður hefur svo sem verið kannski að komast ekki gegnum einhverja hurðir og þetta þessi kort sem að ganga hérna öllu. Þetta allt öðruvísi heldur en við bjuggum í Háskólabíó. Þar áttum við svona okkar mann og höguðum okkur eins og svona innan gæsalappa okkur sýndist og húsvörður Háskólabíó. Þorri var stór hluti á okkar lífi, en hér er þetta stórt og mikið batteri og alls konar, einhverjar segulrandir hér og þar og svona hlutir sem að við höfum verið svona baslað við að læra á og leitum svolítið lengi hvort að öðru stundum. En það er í sjálfum sér ekkert svona sérstakt þannig lagað. Það hefur náttúrulega bara verið ótrúlega mikið ævintýri og skemmtilegt að fá að taka þátt í því. Ómetanlegt eiginlega. Maður hélt nú að þeir eru aldrei sagt, sko, það var ekki svona í Háskólabíó, það var miklu betra í Háskólabíói. En það er svona kannski, við erum allt í einu komin úr svona þröngu aðstæðum, það sem er alltaf samt svo nálegt og þá svo þægilegt að vera komin inn í svona flotta aðstöðu sem er reyndar samt í svo stóru húsi að maður þarf að hlaupa upp svo margar hæðir til þess að nálgast allt sem var bara í einni kjallaraholu. Þannig að það er svona kannski helst það sem við urðum aðeins að venjast. Bæði ég þarf að hlaupa upp 4 stiga risa tröppur, þannig að maður er mjög góður í þjálfun. Það eru svona brattir og maður var svo lofthræddur hérna fyrst. Allt í gleri og svona, maður sá alltaf svo langt niður og svo svona kannski líka bara það hljóðfæraleikar að þurfa að venja sig við það að þurfa að fara upp á 4. hæð til að í æfingaherbergin og 3. hæð til að fara í búningsherbergin og síðan á 2. hæð til að fara á sviði og þetta var allt svolítið svona flókið. Sinfóníuhljómsveitin hefur á að skipa á bilinu 80 til 90 manns. Hjónin Herdís Anna Jónsdóttir sem leikur á lágfiðlu og Steif van Oosterhout
sem er slagverksleikari, leika bæði með hljómsveitinni. Það kallar á óreglulegan vinnutíma og kvöldvinna er vaninn. Það er því oft mikið að gera þegar líður að tónleikum á fimmtudagskvöldum. Það þarf að sinna börnunum, pakka hljóðfærinu fyrir kvöldið og elda mat. Fátt annað ber á góma en efniskrá kvöldsins og það sem framundan er. Svo er lagt af stað í vinnuna. Við höfum einnig lagt mikla áherslu á að efla fræðslustarf hljómsveitarinnar á þessu starfsári og ætlum að gera áfram. Við viljum fá börn og fjölskyldur hingað inn í húsið og gefa þeim tækifæri að kynna sér töfra tónlistar og vonandi verða það eitthvað sem mun svo fylgja þeim lífstíð. Þetta hefur fyrst og fremst gefið okkur tækifæri til þess að setja hljómsveitina inn í hringuðu samfélagsins með öðrum hætti heldur en við kannski gátum áður í Háskólabíó. Já, ég verð að segja að þetta virkar allavega á mig eins og þetta sé bara svona langþráð breyting, sko. Mér finnst allir vera svo ánægðir og þarna það er bara tónleika eftir tónleika alveg svakaleg stemning og auðvitað selst vel í þennan stóra sal og bara eiginlega vonum fram sko, hvernig þetta hefur verið. Andinn er bara fínn. Já, það er náttúrulega allir bara voða glaðir, það er voða gott að það er auðveldara að vera í vinnunni í þessu húsi, sannarlega. Og bara frábært, já, líður öllum vel hérna held ég. Já, við höfum haft tækifæri til þess að brydda upp á fjölmörgum nýjungum eftir að við fluttum hingað í Hörpu. Meðal annars tókum við þátt í Airwaves tónlistarhátíðinni í fyrsta sinn. Við jafnframt tókum þátt í Menningunótt í fyrsta sinn
Við hefum tekið þátt í fjölmörgum viðburðum sem hafa átt sér stað hér í húsinu, lagt drjúgan skerf til bæði norrænna músíkdaga og myrkra músíkdaga. En sérstaklega hefur við lagt til nýja tónlistarhátíð hér í húsið sem fékk nafnið Tectonics og vísar hér til jarðflekana undir landinu. Og þetta alþjóðleg tónlistarhátíð þar sem blandaði saman listgreinum og blanda saman bæði innlendum og erlendum straumum. Og þessi hátíð tókst frábærlega vel og við ætlum okkur að halda hér áfram með það hátíð og gerum ráð fyrir að hún verði lyftistöng bæði fyrir hljómsveitina og húsið. Auk þess höfum við auðvitað boðið upp á mjög fjölbreytta dagskrá. Við höfum meðal annars leikið allar sinfóníur Beethovens á þessu fyrsta starfsári frá 1 til 9 sem var mikið afrek og tókst geysilega vel. Og viðburðirnir á árinu eru svo margir að það væri tæki allt kvöldið að telja það upp. Og við finnum það að augu samfélagslífs eru á húsinu og því starfi sem hér fer fram og þannig að við fögnum því mjög að við höfum fengið svona sterk og jákvæð viðbrögð við okkar starfi hér í húsinu og við vonum bara til að það haldi áfram og landsmenn muni flykkjast í hörpum ókomna tíð. Í desember fengu börnin sinn skerf af gleðinni. Hljómsveitin undir stjórn Bernhards Wilkinsons fékk til liðs við sig nemendur úr Listdansskóla Íslands, Trúðinn Barböru og fleiri. Það liður í starfi hljómsveitarinnar að kynna tónlistina fyrir yngstu hlustendunum og að reyna að brydda upp á nýjungum til að hvetja fleiri til að sækja tónleika.
að andinn í hljómsveitinni hafi alveg haldið sér. Ég held að hann sé alveg sá sami og jafnvel ekki betri heldur en hann var í þessu þrönga rými í kjallaranum í Háskólabíói. Þó að það sé víðfeðm og björt og falleg kaffistofa þar sem fólk getur bara haft sitt rými ef það vill, þarf ekki að setja hvort á öðru, að þá hefur það einhvern veginn ekki þau áhrif að það sé einhver sundrung í sveitinni. Ég held miklu frekar að þessi flutningur hafi jafnvel bara þjappað þeim enn betur saman. Ég held að fyrir okkur sem að störfum hjá hljómsveitinni þá finnum við enn meira til ábyrgðar að vera þjóðarhljómsveit hér í þessu húsi. Við hefum lagt okkur fram við að ná til sem víðasta hóps, reyna að vera að ná til allra landsmanna og fá sem flesta inn í salinn. En það hefur okkur tekist á rétt rösku ári að fá næstu 100.000 manns á tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem að ákveðið afrek út af fyrir sig að maður setur þetta í hlutfall við fjölda landsmanna. When I was here last time in March, last March, I was able to come in. I had my hard hat and it was great to see so many ideas of the hall and great to see also all those hundreds of workers who were doing and who were preparing for the opening of this hall. I have to say that when I started the first rehearsal on Monday evening, it was very emotional for me also because I have seen some part of the history of this orchestra. And I am sure that now when we are working and preparing the piece Mahler's Sixth, which is very demanding for the orchestra, when we are ready to come to the concert, it will be something extraordinary, and I'm sure that we all are trying to show that how much we love music and how much music could speak to all of us and therefore to the audience too. So I hope and I'm sure about that we are going to have emotional musical event here, but also thinking about the history. That aspect is going to be very strongly there too. Þetta eiginlega ennþá betra en maður hélt að yrði, sko. Og eins og ég segi, maður var smá tíma svona að fatta það. En það er að koma og maður náttúrulega bara þakklátur auðvitað fyrir þetta og var líka að hugsa bara í morgun, sko, maður spila Brahms symfóníu og manni finnst einhvern veginn að þetta sæmi líka bara tónlistinni svo miklu betur. Þetta er auðvitað þægilegt fyrir okkur og yndislegt en manni finnst bara, nú hljómar kannski tónlistin loksins eins og hann á að gera. Mér finnst þetta bara alveg óskaplega rík að eiga svona hljómsveit eins og Sinfóníuhljómsveit Íslands. Mér finnst þetta að vera bara eitt af okkar aðal trompum í menningarlífinu, satt best að segja. Og mér finnst það mikill munaður að geta komið hingað á kvöldi eins og þessu og sest niður og hlusta á svona gæða flutning á fallegri tónlist. Og fólkið bara virðist kunna ofsalega vel að meta þetta. Mér finnst það svona
alls konar tónlist sem kannski ekki svona ákveðið framandi, Mahler symfóníur og annað. Fólk einhvern veginn virðist drekka þetta allt í sig og það miklu auðveldara einhvern veginn að skila sér betur hér heldur en í Háskólabíó og hlustendahópurinn verður breiðari. Þannig að mér finnst áhorfendum hafi líka mjög vel og tekið þessu sérstaklega vel. Mér hefur þótt takast mjög vel til. Það hefur verið mjög skemmtileg efnisgrá og hljómsveitin hefur verið afburðagóð og mikið bara mikið úrval af góðu verkum sem hafa verið flutt og skemmtileg. Sinfóníuhljómsveit Íslands eins og allar sinfóníuhljómsveitir eru sífellt að endurskoða sitt hlutverk og að endurskoða sitt hlutverk í nútíma samfélagi. Það eiginlega tvíþætt. Það annars vegar að mínum mati að færa okkur náttúrulega tónbókmyndirnar, heimstónbókmyndirnar eins og að leggja sig og reyna að kynna okkur fyrir þeim, bæði gamlar og nýjar. Og svo hitt að þá vera einhvers konar fórum fyrir þá ný tónskáld, íslensk tónskáld. Stór hluti af hlutverki sinfóníuhljómsveitar einmitt að gefa hlustendum tækifæri á að reyna eitthvað nýtt og kynnast nýju. Og á tónleikum það kannski verk sem menn þekkja út og inn, þeir heyra þau alltaf með nýjum hætti, þeir heyra þau lifandi flutningi og það það sem gerir tónleika spennandi. Hið sama á við að heyra ný verk. Það ný reynsla og þannig að það mjög mikilvægt að hljómsveitir séu fræðandi í raun og veru í gegnum sína dagskrá. Já, mér finnst það náttúrulega fyrst og fremst mín tilfinning svo að það ótrúlega forréttindi að fá að taka þátt í þessu ævintýri. Þessum draumi, þessum dásamlega draumi sem rættist svona fallega og ævintýrið ekki búið, það heldur bara ennþá áfram og það sé bara komið ár. En þetta ár náttúrulega búið að vera svo rosalega viðburðaríkt að mér líður svona eins og þetta sé minnstakosti 2 ár. Það sem að mann náttúrulega hugleiknast núna eftir þennan góða árangur að fylla húsið hérna í allan vetur bara að fá að fólk komi áfram á sinfóníutónleika og það komi fleiri nýir áhorfendur til þess að njóta þess. Þannig að það svona kannski markmiðið núna næstu árin að fá fleiri áhorfendur og nýja áhorfendur og auðvitað halda þeim sem áður hafa komið. Stóri draumurinn minn núna eiginlega bara að verði meiri sátt meðal tónlistarmanna þetta hús.